núna í seinni hluta erindisins, sem verður mun styttri, hafið engar áhyggjur. Hvað ef Churchill hefði ekki orðið forsætisráðherra? Hvað ef Churchill hefði dáið áður en hildarleikurinn brast á? Churchill var mikill áhugamaður sögu. Sagan verði með hliðholt sagðan, því ég ætla að skrifa hana sjálfur. Skrifaði þvílíkan fjölda orða að töluverður ekki á það komið, eða bóka, eða greina. Í bókum sínum fyrra stríðið skrifaði Gallipoli, sem ég myndist á áðan, The terrible ifs accumulate. Hinn mörgu ef, hinn hræðilegu ef safnast upp. Hvað ef? Hann hugsaði svona og þetta sér svona genre eða sér geiri í bókmenntunum að skrifa svona hvað ef sögu, eins og sé, hvað ef Churchill hefði látist fyrir aldur fram eða þar fram til götunum. Og Churchill skrifaði eina svoleiðis bók, eða grein. If Lee had not won the Battle of Gettysburg, ef borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum hefði farið á annan veg, og Churchill sá það í rómantísku ljósi. Hann sá fyrir sér að þá hefðu Bretar og Bandaríkin hefði suðrið unnið, þá hefðu Bretland og Bandaríkin náð aftur saman einhvern veginn og Bandaríkin sogast inn í samveldið og mjög fansífullt allt saman og óraunsætt. En hvað má segja fleiri svona bækur? Þær eru út allt. Ég ætla að nefna hérna nokkrar. Dominion er bók eftir mann sem heitir C.J. Sansom og hann sér fyrir sér, ímyndar sér að friðþægingar sinnarnir hefðu orðið ofan sem alls ekkert útilokað. Halifax lávarður hefði leitað samninga og það hefði náttúrulega bara til leiktir þess að Bretar hefðu farið halloka í stríðinu og Bandaríkjamenn ekki sógast inn í ófriðinn og þar fram eftir götunum. Eða Len Deighton, frábær spennusaga, SSGB eða SS Great Britain. Og þar sagan byrjar svona: Himmler's got the king locked up in the Tower of London. Það búið að taka Winston Churchill af lífi og SS ræður ríkjum í Whitehall og London og úr þessu skapast mikill thriller. Ein bók af þessu tagi hefur verið þýdd á íslensku, eða ein að minnstakosti, Föðurland eftir Robert Harris, alveg frábær thriller og þar sagt frá því að Játvarður konungur sem Churchill studdi, þess að hann konungur áfram og árið 1964 eru konungurinn og Wallis, drottning hans, á leið í opinbera heimsókn til höfuðborgar Þriðja ríkisins, Berlínar. Winston Churchill ekki dáinn, hann fjörgamall en býr í útlegð í Kanada og þar sem Elizabeth líka og gerir tilkall til krúnunnar. Og hvað ef Winston Churchill hefði dáið? Hann sjálfur sagði vinum sínum frá því, ungur árum, hann væri alveg handviss að örlögin ætluðu ekki að deyja elli dauða. Hann myndi deyja í blóma lífsins. Og kannski þá undir einhverjum, kannski sá hann fyrir sér hann dæi hetju dauða eða dauða í stríði og risu upp af kvöldi eins og mann gerði í Valhöll. 1919 var hann ljónheppinn að farast ekki í flugslysi. Eftir það bannaði Clementine honum að fljúga, þannig að hann var mikill flugáhugamaður. 1931 var hann í heimsókn í New York og var búinn að fara fram og aftur Manhattan að leita staðnum þar sem hann ætlaði að vera í leigubíl, þar sem hann þangað til hann allt í einu sagði: Já, ökumaður, hérna það. Opnaði dyrnar, skaust út, opnaði og leit til vinstri bíl og búm! Og menn segja, hefði hann ekki verið í þykkum loðfrakka sem tók af honum mesta höggið, þá hefði hann látið lífið í götunni á Manhattan. Hefði Winston Churchill látið lífið 1938-39, segja menn, þá hefði hans verið minnst sem svona hálf misheppnaður stjórnmálamanns. Jú, frábær rithöfundur, en hann var alveg út að aka á 4. áratugnum og mistökin á Gallipoli og þar fram til götunum, hans hefði verið minnst sem mannsins sem hefði eitthvað orðið úr en varð ekki. Hefði Hitler látið lífið 37-38, þá hefði hann örugglega verið á sama stað og Time kaus hann 1936, maður ársins. Maðurinn sem reisti Þýskaland við. Þetta fyrir helförina,
Þetta áður en ofsóknirnir gegn gyðingum komast í algleyming. Þetta fyrir stríð. Þannig að svona geta efinn skipt máli. Nú ætlum ég ekki að hafa þessa tölu lengri. Ég minni á bókina góðu þar sem við farið miklu ítarlegar í þetta allt saman. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og minnumst Winston Churchills með þakklæti núna þegar 140 ár rétt eru liðin síðan hann kom í þennan heim. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.